that I'll never feel alone again. They've always been so kind. Hafliði bóndi, áramóti, gleðilegt ár. Já, sömuleiðis. Hvernig leggst 2015 í þig? Bara vel. Já. Ha, Já. harður vetur en þurrt og fínt samt og eftir frábær öskirhátti sem ég var á og sem tókst að mínum að einna besta þeim sem ég farið á. Hún var bæði virðuleg og þjónustan frábær og skemmtilega ennú betri og þar náði okkar formaður að gera góða hluti og gott start á nýja ári. Já. Þú ert þetta að sína hross. Hvernig hefur hestasala verið hjá þér, eða var hún hjá þér 2014? Hún nú, ég segi nú alltaf ég selja ekki neitt en svo þegar maður fyrir að telja í húsinu, það eru 74 hross á járnum, 5 starfsmenn og ég held ég eigi 4 hross sem verða 6 vetra. Jú, reyndar 1 7 vetra hross en þá segir mér eitthvað hef ég selt en það er nú bara, hestasalan hún hefur alltaf verið til staðar á mjög góðum, veltöndum og vel uppöldum hrossum. En samt þetta ekki sala, við getum sagt að þetta sé svona hestasölupot. Já. Hvernig sérðu framtíðina í því? Hvernig hefur þetta verið að þróast? Tamningar, þjálfun, umbúnaður hrossa náttúrulega alltaf að vera betri, fleiri reiðhallir, betri umgjörð til þess að þjálfa. Ég held að haldi bara áfram þessu, það er náttúrulega búið að vera kreppa í Evrópu og ég vil meiri kreppa heldur en heima. Hér verður uppgangur, vonandi verður hann hægur en góður, en þó þetta er dálítið óvissa svona á peningamarkaði og fólk kannski heldur miklu meira utanum þessa aura sem það hefur heldur við gerum, við eyðum strax. En ég vil meina að hestasala verði svona jöfn og góð, það verður að gera meiri kröfur á gæði og aðeins finnum maður náttúrulega fyrir lækkandi verði. Það er kannski allt í lagi líka, ég meina það er náttúrulega ekkert sem heitir til markaðsverð og hross, þetta er huglægt mat milli tveggja einstaklinga, þar að segja þann sem selur og þann sem kaupir. Nú, maður sér það allir sem er að koma þó að skoða, þetta er fólk sem skoða 20, 30, 40 hross og þannig tekur ákvörðun að kaupa eitt. Maður myndi að gera öðru sem maður nú fljótur að kaupa leið maður sér eitthvað gæði. Þetta kemur kannski 2 og 3 að prófa saman hrossið og endalega ákvörðun ég vildi ekki mánu eftir að fara heim. Svo þetta er mjög sérstakt. Já, það er oft svoleiðis. Maður bara taka þátt í þeim leik. Var verið að velja knapa ársins og svoleiðis. Varstu sammála því valið á uppskeruhátíð? Já, ég var sammála náttúrulega Árni Björn stóð sig eins og hetja og ég var sammála 95% af þessum kosningum en maður náttúrulega aldrei sammála öllu en það þekkir maður ekki reglunar eftir hverju þetta er valið nákvæmlega. Það er eins með ræktunarbúinu og ýmislegt en það er bara svo margir, breytin og svo mikið og svo margir sem stóðu þessu frábærlega að ég skil vel að það er ekkert auðvelt að velja það. En ef þá bara eingöngu að fara eftir tölum en ekki fjölda móta eða fjölda hrossi sem sýnd eru þá fannst mér þetta nokkurn veginn standi sín byggt og frábærir fulltrúar fyrir Íslands hönd í framtíðin að geta sýnt á sannað hvort sem það er ræktunarlega séð, keppnislega séð eða allt saman. Þetta er frábær hópur og eins og ég tek aftur fram að kynningin, hún var svo virðuleg, hún var svo falleg sett á ásatíðinni og að vera með allt þetta myndefni bak við hvert val var æðislegt. Nú er heimsmeistaramót Eyjó farin út með hlekk frá Þingnesi, Árni Björn með storm það ekki og hvernig heldur þetta verið gott mót hjá okkur? Já, vonandi. Við náttúrulega, það er náttúrulega fyrst og fremst þurfa að hafa staðarhaldarar og við tökum náttúrulega þátt í því Íslandshönd núna á þessu heimsmeistaramóti að halda þetta mót út og gera það vel. En við náttúrulega erum alltaf með góð hross, það er bara spurningi hvernig undirbúningunum er háttað og það fer voðalega oft í taugana mér að þegar undirbúningunum gerði bara 1-2 mánuðum fyrir mót og á að fara að velja eitthvað lið staðinn fyrir að þetta lið í rauninni, þessi stór hópur sem á svo að keppa úrtökumóti, hann er bara verið löngu kominn. Það er bara starfsemin í gegnum landsliðsnefndina og allá, hún á að vera hafin og hún átti aldrei að enda í rauninni. Þetta á að vera alveg keyrt á milli heimsmeistaramóta, Norðurlandamótið er þannig á milli og mér finnst svona alltaf vera búin oflítið virðing fyrir því vegna þetta er stórmót, frábært mót og við þurfum að
rekki í lóana og gera betri þessum efnum og undirbúa þá sérstaklega eins og með ungmennin. Þá að vera núna starfandi 40-50 mann ungmennahópur á fullu og æfa og hjálpa þá til við að vera með réttur hrossinn. Áður ég sleppi þér í viðskiptavininn sem býður. Hérna, það eitthvað mót að byrja í dag, það ekki? Ætlar ekki eitthvað að fylgjast með því? Það nú æðra öllu, skal ég segja þér. Heimsmeistaramóti hesti, það er kannski ekki með tætnar þar sem þetta móti hefur æðla. Jú, það er heimsmeistaramóti í Katar. Já. Og fyrsti leikur Íslendinga núna klukkan 18 í dag á móti Svíþjóð og það verður hérna HM-stof í Ármóti, byrja klukkan 12 og menn eiga að mæta hérna með stuttbuxur og hárband og harpegstós. Það getur vel verið að maður verið kallaðar inni og illa gengur hjá þeim og það verður mikið stemming. Verður þetta gott mót? Hvar enda þeir? Þeir enda í 5. og 7. sæti, gætilindi 7. og 8. en þeir fara langt, þessi strákar. Þetta er að spjalla saman og ég spáði mjög góðu gangi. Hver verður maður mótsins? Aron. Ég er alveg samfærður við það. Hann er virkilega að koma upp og hann á eftir að sína afskaplega mikið. Hann er hungrar í að sína Íslendingum, hann hefur ekki spilað svo marga leiki með Íslands núna síðastliðin tímabil og hann er hungrar að sína sig enda telja hann vera einn af 3 bestu mönnum í heimi. Það er ekki fín lokaður bara að enda þessu í handboltanum? Áfram Ísland. Áfram Ísland. Takk. Nei, ég er bara best. Birgitta, hvernig er að vinna fyrir Hafliða? Bara heldur gott. Já. Hvernig er hann sem vinnuveitandi? Það toppar enginn Hafliða, sko. Nei. Hvaða frasar er þetta, hvað heyrur þú mest? Sko, þú abbast ekki upp á heimsmeistara, Íslandsmeistara og 10-faldan Reykjavíkurmeistara. Hvað segir þetta? Ég ætla ekki að vera eins og Fjölnir að fara að ljúga fólkinu. Ég var alltaf um 10 sem... Hvað er uppáhaldsmaturinn? Ég verður hann ekki að segja pizza. Ég veit ekki, bara allur matur góður. Já. Og hver er knapi ásins að hver stóð upp á síðasta ári, þínu matur? Þeir voru bara margir en ég var bara ánægður með alla sem voru valdir. Allir vel að við komnir. Er Hafliða að standa upp úr á þínu mati? Hann er einn af flottstu, það er ekki spurning. Já. Bestur hrossinn í húsinu og hvað á að vinna? Það getur ekki svara neinn og maður vil ekki særa neinn. Nú? Ekki ára á mig. Það eiga allir bestu hestana. Já. Gróði í hérna húsinu? Já, hann er mjög góður. Já. Mjög góður. Þetta var glæsilegt á landsmótinu? Já. Hvað? Hann er í miklu stuði. Já. Hvað er stefnan með hann? Að reyna að gera hann betri. Já. Er það hægt? Já, alltaf hægt. Alltaf hægt að gera betur. Það er ég ætla að sleppa þér í pizzuna. Þetta fær í pizzu eða? Jú, ekki það. Takk fyrir spjallisteinni. Takk.